Háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Valur Björnsson tekur til máls og beinir fyrirspurn sinni til hæstvirts forsætisráðherra. Herra forseti, helgina síðustu hélt Framsóknarflokkurinn miðstjórnarfund sinn í Vogum á Vatnsleysuströnd og þar hélt forsætisráðherra mjög þróttmikla og góða og ákveðna ræðu eins og ræður hans eru oftast. Og það sem hann tíundaði meðal annars það að hér væri bullandi hagvöxtur og fjárfesting hefði aukist víða um land, verðbólga væri stöðugri og minni heldur en nokkurn tímann áður og kjarabætur í formi kaupmáttaraukningar væri nú meira en áður og hafi sést á svo stuttum tíma. Þetta var virkilega góð ræða hjá hæstv. Forsætisráðherra og bjartsýn og góð, en á sama tíma og þessi fundur fór fram þá sat ég málþing Öryrkjabandalags Íslands sem það hélt á Grand Hotel og þar voru ræðurnar og erindi sem þar flutt ekki alveg jafn falleg. Og ég verð nú hreinlega að segja það, hæstv. forseti, að ég var nú hálf sleginn yfir þeim ræðum og þeim lýsingum sem komu fram í þeim ræðum á þessu þingi. Og meðal annars var ályktað á þessu þingi og mig langar til þess að lesa með leyfi forseta þessa ályktun sem fundurinn gaf frá sér. Ágæti þingmaður, viltu skapa samfélag fyrir alla, þar sem lífeyrisþegar og börn þeirra hafa tækifæri til virkar samfélagsþátttöku, en ekki að þeim séu settar þær kjaraskorður sem þær nú búa við. Þú hefur valdið til að breyta. Opinn fundur Öryrkjabandalagsins mannsæmandi lífskjör fyrir alla sem haldinn á Grand Hotel laugardaginn 21. nóvember 2015 skorar á þingmenn að hafa áhrif á fjárlagagerð ríkisins fyrir árið 2013 með eftirfarandi hætti. Lífeyrir almannatrygginga hækki afturvirkt sömu krónutölu og lægstu laun hækkuðu 1. maí síðastliðinn sem 31.000 krónur. Lífeyrir almannatrygginga hækki 15.000 krónur frá 1. maí 2016 sem samhliða lækkun lágmarkslauna. Einnig farið fram á að krónu á móti krónu skerðing sérstakra framfærsluuppbótar verði afnumin hið fyrsta. Þingmenn gerðu okkur kleift að vera með mannsæmandi framfærslu. Því langar mig til að beina þeirri fyrirspurn til hæstv. ráðherra í ljósi ræðu hans og þeirrar ótrúlega góðu stöðu sem hefur skapast hér á síðustu 2 árum síðan hann tók við og hans hæstv. ríkisstjórn, hvort það sé ekki borð fyrir báru núna að koma til móts við þessar ályktun frá Öryrkjabandalaginu og sjá til þess að fólk geti lifað mannsæmandi lífi á Íslandi. Hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tekur til máls. Virðulegur forseti, ég þakka ágæta fyrirspurn mjög mikilvægt mál. Það gott að hv. þingmaður skuli halda á lofti merkjum Öryrkjabandalagsins og þess málflutning sem þar hefur verið viðhöfð undanförnu, því að þetta auðvitað þörf áminning til okkar allra. En þó rétt að setja hlutina í samhengi. Það má ekki gleymast, þó að við gerum okkur öll grein fyrir því að það þurfi að gera betur og menn þurfi áfram að vinna að lausn þessara mála sem hv. þingmaður taldi upp, að það verið að stíga stærstu skref sem stigin hafa verið í rétta átt í þessum efnum núna, að minnsta kosti mjög langt skeið. Ég reyndar efast að það hafi farið fram jafn mikil hækkun lífeyris eins og gert ráð fyrir á næsta ári, á einu ári áður. Þar að ræða tæplega 10% hækkun og gangi verðbólguspár eftir, þá mun það að langmestu skila sér í auknum ráðstöfunartekjum þeirra sem taka við þessum greiðslum. Ég hins vegar meðvitaður það og ríkisstjórnin öll eins og eflaust allir þingmenn að það mun áfram þurfa að bæta kjör þessa hóps. En til þess að við getum gert það, þá þurfum við að halda áfram á þeirri braut sem hefur verið mörkuð í tíð þessari ríkisstjórnar að minnsta kosti, halda áfram að jafnt og þétt setja meira í þennan málaflokk. Það hefur aldrei verið jafn mikið sett í félagsmál eins og núna á yfirstandandi ári og verður enn meira á því næsta. Svoleiðis að þó að við séum meðvituð að það vanti ennþá töluvert upp á, þá verðum við líka að setja þetta í samhengi við það að það hafa sjaldan eða aldrei verið tekin jafn stór skref í rétta átt eins og í vændum núna á nýju ári. Háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Valur Björnsson tekur til máls á ný. Herra forseti, ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir svörin, en þau ekki nógu fullkomin fyrir þennan málaflokk. Og það kom fram að 10%, 9,4% hækkun á grunnlífeyri frá Tryggingastofnun 11.000 krónur á ári. Það nú öll hækkunin og ef að það á mánuði fyrirgefðu, ef að það öll stærsta skref sem við erum að stíga, þá það að mínum dómi bara alveg skelfilega lítið skref og ekki okkur til sæmdar sem þjóð að búa þannig hnútana. En það voru líka jákvæðar fréttir
fyrir okkur öll á þessum fundi vegna þess að Gallup-könnun sem að Öryrkjabandalagið átti að gera fyrir sig, þar sem fólk var spurt um það hvernig það liti á þessi mál Öryrkjabandalagsins, þá kom fram að yfir 90% landsmanna telja sig ekki geta lifað af 172.000 krónum á mánuði, sem eru þau laun sem þetta fólk fær, og 95% töldu að lífeyrisþegar ættu að hafa á jafnháa eða hærri krónutöluhækkun en lægstu launþegar. Ég skora á hæstv. Forsætisráðherra, sem ég veit að er að vilja gera til þess að gera vel, að hlusta á hjartsláttinn í samfélaginu, hlusta á þetta fólk, og ég skora á hann að hitta þetta fólk og hlusta á lýsingar þeirra sem að fluttu þarna á laugardaginn. Það voru sláandi. Hæstv. Forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tekur til máls á ný. Virðulegur forseti, ég ger ekki lítið úr því sem að hv. þingmaður bendir hér á að hópur fólks búi við afar kröpp kjör og það hljóta að vera forgangsatriði hjá stjórnvöldum hverju sinni að reyna að rétta hlut þess fólks. En það er þó mikilvægt að hafa hugfast að staða öryrkja og annarra lífeyrisþega, eldri borgara líka, er mjög ólík. Svoleiðis að við verðum í aðgerðum okkar að taka mið af því að það eru hér á Íslandi eldri borgara sem að standa alveg ágætlega og að stór hluti eldri borgara á meðan aðrir búa við mun kreppari kjör og margir í hópi öryrkja með miklu lægri framfærslu heldur en nokkur hér myndi treysta sér til þess að lifa. Svoleiðis að ég ítreka þakkir til hv. þingmanns fyrir að halda okkur við efnið hvað þetta varðar og vonast til þess að það geti orðið sem best samstarf hér í þinginu milli stjórnar og stjórnarandstöðu í vinnu fjárlaganefndar og í framhaldinu við það að taka á þessum vanda. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis